Berklar voru einn alvarlegasti sjúkdómur 20. aldarinnar og dóu árlega 150 til 200 manns hér á landi á árunum 1912 til 1920. Í kringum 1950 dró mjög úr berklum með tilkomu berklalyfja, en þeir skutu þó enn upp kollinum. Sigurbjörn Sörensson frá Tjörnesi greindist með berkla 1952, þá 21 árs nýgiftur að ljúka námi í bifvélavirkjun og með mánaðar gamlan son. Það var hér á Kristneshæli í Eyjafirði sem Bjössi Sör var lagður inn með smitandi berkla haustið 1952. Það hvarflaði ekki á honum þá að hann ætti eftir að berjast fyrir lífi sínu og verið við dauðans dyr í 2 ár. En héðan fór hann frískur en 5 rifbeinum fátækari. Bjössi er væntanlega eini eða allavega einn örfára Íslendinga sem nú er á lífi og var höggvinn. Þau taka mót okkur með hlýju og kærleika, Bjössi og Hilla, í íbúð sinni á Húsavík, viðmóti sem einkennir þá sem hafa reynt margt í lífinu með æðruleysi. Það er ekki hægt annað en að taka eftir elskunni sem er á milli þeirra eftir 65 ára hjónaband, en það kemur í ljós að þau leiðast meira að segja í svefni. Þau segast alltaf hafa haft gleðina í farteskinu, ákveðin í að njóta hvers dags, en sagan hefst í Lundagötunni á Akureyri. Nú gerist það að ég veikist af mislingum, var að koma úr skólaprófi, var í skóla hann á Akureyri og er mjög veikur með háanýta og hosta og það kemur til mig læknir, tekur rákapröfu, sendir hana fram á Hæli og hann segir nú Árni, þetta verður nú ekki, trúlega ekki lengi sem hann verður að segja, það gæti orðið svona 4-5 mánuðir. Mér fannst það nú dálítið satt. Svo fer ég kyrði þarna á Hrementur og er inn á stofu, 10 menn á stofu. Og þar eru bæði ungir og gamlir og þar var meðal annars Grétar Melstad og við fórum svona að spjalla saman og sagði þeim að ég ekkert lengi, svona mati læknis, svona 4-5 mánuði og ég fór að spyrja hvað þeir væri búin að vera lengi. Já, ég var 12 ára, sagði Grétar þegar ég kom. Og hvað var hann gamall þarna? Þá valdi hann að vera 19 ára eitthvað svoleiðis. Þannig var hann búinn að vera heima í 7 ár? Já, á svo stofu. Hvernig leið þér þegar þú heyrðir? Mér leið ekkert vel því að það voru þarna sem er búin að vera 18 og allt upp í 24 ár. Svo farið að blása mig, sem kallað var. Það var stungin nál í gegnum bakhjamanni, milli rifja og inn í holrúmið, milli lungna og rifja helkis. Og þetta loft þá að þrengja þannig að berklunum að þeir bara stoppi, sko. Ef að lunga hættir að hreyfast, þá endar það með því að þeir bara kalka og verða bara einhvern kalknút þannig að sem sárið er. Þetta var einhverjar vikur sem ég var stunginn svona og blásið. Þá fæ ég blóðspýting. Hvað er það? Það er það bara, þá bara stendur gusan fram úr manni af blóði. Nú þá líst nú fólk ekki betra á það en það ég borið þannig inn á dauðastofuna sem að kallað var. Já. Það var ein stofa sem aldrei var að nota nema fólk var flest ákvað til að deyja. Og það er farið að kalla hann á fólk mitt og meira að segja við setningu í bekknum mínum. Þá var ég að segja dáinn. Ég var nú ekki álitaður, sko. Þó ég verið sleppur. Ég gat ekki hreyft fingurinn sinni. Já, mér var bara sagt að hann væri veikur, mjög veikur, en ég var þá bara lasin. Já, þá var hún komin með brjóstnabólgu. Þá var komin brjóstnabólgu.
Og það þú ungkona með nýfætt barn? Já. Hann var mánaðgamall og mér fannst þetta bara allt vera búið, sko. Þetta var alveg hræðilegir tímar bara. Og þá voru komin berklalyf. Og það var nú tvennt, annað hitt nú PAS. Og streptomycin. Og var nú bara gamalt svona. Ég man ekki hvað annað hétt, en svo var streptomycin komið. Já, streptomycin. Og eftir nokkra mánuði, 3 mánuði, þá var ég smiti ekki lengur. Þá streptomycinni tekið af til mikilla áheilla, því að menn þekktu þetta svo lítið. Þetta þurfti að vera minnst í ár. Það var aldrei með 3 mánuði. Þegar hér var komið sögu voru fá ráð eftir nema þá að höggva rifbein til að freista þess að fella sýktalunga saman, loka því, en það var þá orðin nokkuð þekkt aðferð við að lækna berkla. Bjössi sótti það fast að verða höggvin og það strax, en fékk þau svör að læknirinn gerði ekki slíkar aðgerðir á föstudögum, en það var það samkomulagi að hann yrði höggvin á mánudegi. Og það einhver mistök. Þetta sko, hann merkir fyrir með sennilega bara blýanti. Hér og alveg niður fyrir og hinga fram. Og ég fann alveg fyrir blýantinn. Svo klemdar svona kompressor, begge með skurðinn, þétt. Og ég bara hálfljóðaði, sko, því að þetta var allt sem að stungi í gegnum ódeift. Svo sker hann fyrsta skurðinn í gegnum bjórinn og þá bara öskraði ég alveg og það var ekkert með hægt að gera, það var bara hert á böndunum sem ég var böndin með og svo góð hjúkrunarkona sem hélt í hendina á mér og þóði mér í framann með köldu vatni og svo þegar þeir eru búin að ná 2 rifjum, þá hætta þeir. Þá held ég þeir hafi verið nærri búin að drepa mig, bara af kvölum, bara til döðs. Varstu ódeyfður? Ég var deyfður og ég var deyfður, það var tekið úr skál og það var sprautað og þetta var bara ónýtt. Það ekkert með það, því ég dofna ekki neitt. Svo þessu lokað og gömlu karl segir svo hérna, ég kláraði þetta 2 vikur. Og þá sagði ég því að ég var nögt við sem ég treysti mér í það. Ég held að hann dræmdi bara ef hann held áfram. Ég hefði ekki dofnað eins og hann vissi og ég treysti mér ekki í þetta. Og þá segir hans að þetta segir ekkert að þú hefur ekki dofnað. Það segir ekki að þú getur ekki dofnað næst. Og ég spurði hann að því hvernig hann rökstyddi það. Já, ég þarf ekki að rökstyddi það, sagði hann. Þetta bara svona. Svo eftir 14 daga, þá ég tekinn eftir. Og þá var farið að sprauta. Og þá dofnaði ég bara býsna vel. Og ég gat tala við hann allan tíman. Og það var búið að segja mér það að ég var náttúrulega að taka 5 rif, þá annarkvort þannig að taka 6 eða klippa af herðablaðinu. Vegna þess að 5. rifið, það alveg ofan á, getur sloppið fram og aftur fyrir herðablaðið.
Og ég talaði við hann og ertu farin að taka við herðablaðinu? Nei, ekki, það var sjá til bara, svo. Og ég spurði hann að þessu sinni eftir sinn og svo komst ég að því að hann hafði ekki gert það. Og þetta var mér til mikill áþegjanda alveg árum saman. Og enn? Já, og enn reyndar. Já, það enn. En það hægt að hlaupa svona frá mér. Ég man eftir til dæmis þegar ég var að baða krakka og kom svona niður á bríkina og dálítið breið bríkina og bakhverjum. Og þá rökk þetta framfyrir. Og það var bæði vond og sárt og vond að fá það tilbaka. En þetta hef ég nú mátt búa við. Þetta gert þannig að þetta skorið hérna sundur, öxlin tekin hérna fram og liggur bara hérna við hökuna mér. Og svo farið með klippur inn og það klipptur svona stubbur af rifinu við brjóstkassan og eins við hryggjarsúluna. Eftir það fær með svona boginn hníf inn, settur þar og rist svo á bak við rifið, sko. Og þar með það laust. Og hend bara på borð. Svo þegar búið að taka rifin, þá settur púði hérna. Þetta var hérna megin, en það nú eiginlega ekkert hérna, sko. Og svo ég vafinn þétt saman. Og nú skildi þetta verða að stoppa þetta, helvíti. Eftir aðgerðina kemur sýking í skurðinn og heilsa okkar manns fór hrakandi. Það gengur erfilega að græða skurðinn. Bjössi hafði fótaferð sumarið og sótti það stíft að fá að fara aftur fram á hæli. Þá kemur í ljós að hann komið með brjósthimnubólgu ofan á allt annað. Matalistin lítil og hann eiginlega bara skinn og bein. Framöndi fór ég. Þá ég farið að gefa mér lýsi og lítið svoðin egg og allt og rjóma, alveg miskunnulegt rjóma. Þetta fita stráki. Já, og svo farið að bera sulfa á skurðinn sem aldrei hefur verið gert með það. Og þá fór hann að gróa. Það tók alveg stuttan tíma. Ég fór bara strax að minna þarna. Það var góð aðstæða á lofti. Ég fór að vefa gólteppi. Ekki vefa, heldur eða svona, já. Já. Ríja. Svo var þess að gera út og ég var nú býsna styrkur andlega. Eina skipti sem ég svona var svolítið hræddur að ég væri að fara, það var þegar ég var borin þannig inn á döðastofuna. En hvernig var samfélagið á Kristnesi? Það var bara skemmtilegt. Það var bara skemmtilegt, sko. Já. Já, það var að sungið og spila á gítar og... Þetta var svo margt ungt fólk. Já. Það var reglulega bara... Þegar þessu öllu lauk fór Bjössi að róa frá Akureyri en svo fluttu ungu hjónin til Húsavíkur og þar hefur hann verið sjómaður í meira en 60 ár. Alltaf fundið til í líkamannum en aldrei gefist upp. Hann stendur teinréttur þrátt fyrir allt, vinnur ennþá 3 daga í viku á verkstæðinu hjá Norðursiglingu en fjölskyldan á það fyrirtæki. Ég laði náttúrulega óskaplega hart að mér, þó ég segi sjálfur frá. Ég lét taka dýnurinn á rúminu og setja krossfið í staðinn. Já, á hælinu. Á hælinu, já. Og sko, maður borgnaði alltaf frá. Þegar vöðvarnir hætti að halda við, sko, þá borgnaði maður svona. Svo lá ég bara að reynda að sofa svona og láta hausinn ágá. Hafa enga á kvata undir til þess að verða nú ekki alveg að hrinda eins og ófriska. Mér finnst við að hafa átt alveg einstaklega skemmtilega ævi.
Já. Og viðburðaríka. Já. Við erum búin að ferðast afskaplega mikið til allra mögulega landa og innanlands líka, ekki síður. Síðan áttum við vélsleða í 10 ár, sleðakort. 20 ár? 20 ár, já. Og ferðast landið alveg svo mögulega gáttum á vélsleðum. Og við höfum verið mjög samtaka í því að gera það sem okkur langar til að gera og hafa það skemmtilegt. En þó það séu bara 65 ár síðan að Bjössi gekk í gegnum þessar raunir allar og var höggvinn, þá ekki margir sem að vita hvað það þýðir eða þess þá heldur hvernig það var gert. Við vorum að fara á bát hérna fyrir Austurlandi í mjög vondu veðri og ég datt og rifbrotnaði. Og við fórum inn á Hornafjörð, þar var ég myndaður, ungur, fallegur læknir, stúlka, ótrúlega, þegar maður falleg. Og hún segir að ég sé rifbrotinn. Ég sagði að þetta verði ekkert alvarlegt, ég ætti svo mikið að varast ekki með heima, ég bara nota þau. Hvað þetta meina, segir hún? Það bara rif sem að voru tekin eða höggvinn, hvað það segir. Viltu lýsa því fyrir mér? Hefur aldrei heyrt tala að vera höggvið við berklaveiki. Nei, ég hef aldrei heyrt neitt það. Ég ætla bara að biðja þér að lýsa því fyrir mér. Nú þetta sýnir okkur hvað tímarnir hafa breyst á þessar æviskeiði mínu og okkar. Útlærðir læknar, þeir hafa ekki hugmynd þessar hrossalækningar sem voru gerðar af hálærðum læknum í minni tíð.